Ég kenni sko þekkingarleysi og reynsluleysi og hvernig var búið utan þessar rannsóknir allar þessar símhlustanir sem voru settar í gang. Algjörlega glórulaus vitleysa. Fyrir utan hvað þetta kostaði nú mikinn tíma að hanga yfir því að hlusta fólk, tala við konuna sínum hvað ég verið í kvöldmatinn, sko. Akkurat. 2, 3, 4, 5 árum eftir að brot voru framin í tengslu við það að þeir fóru í yfirheyrslur hjá lögreglu, sko. Sem náttúrulega beiting á hlustunum sem svona, já, allavega ekki mjög siðlega að mínu viti, sko, að að reyna einhvern veginn að lokka út af mönnum einhver samtöl og mögnuð þessum samtölum voru náttúrulega við lögmennina sem áttu að eyða strax og það var ljóst. Og má ekki raun og hlusta á bara leiðu áttu lögmann eftir yfirheyrslu. Helst ættir að þekkja númerin, þannig bara hlustir ekki á það, sko. Og svo kannu ég ljósa að í nokkrum tilvikum voru þessi símtöl ennþá í hljóðriti, sko, til árum seinna þegar lögmenni fengu að fara í gegnum hljóðfæluna sem var nú ekki gáfulegt og þessar símhlustanir allar, þær skiluðu ekki neinum sönnunargögnum sem skiptu nokkur sem náttúrulega forsenda fyrir símhlustunum það sé líklegt að það skiluðu einhverjum sönnunargögnum sem skipti máli í málinu. Ég þekki ekki einasta mál sem þetta skipti neinu máli sem sönnunargagn, sko. Það sem þessi málin sem ég flutti var hvergi einhver framburður sem hafði einhver þýðingu fyrir niðurstöðu málsins. Svo sitjum við uppi með, sko, ákveði traustbrest í kringum lögregluna og þessar símhlustanir. Við sitjum með hæstaréttardóma sem komast þær í niðurstöðu sem nú kannski ekki mjög rökréttar að mínu viti að það megi ekki hlusta síma manna sem hafa fengið stöðu sakbornings. Því það átti náttúrulega við allar þessar símhlustanir að menn voru kallaðir í yfirheyrslu og þeir voru sakaðir einhverja háttsemi svo þeir fóru út og voru byrjaðir að þeim símhlustanir. Og þeir ringdu í eitthvað, hugmyndin var svo myndu ringi með sig á að fara að ræða brot sín eða eitthvað. Kemur bara fram einhverja játningar í símhlustunum. Það hafði aldrei verið hlustaði símar í efnahagsbrotadeild í tengslu við rannsóknir efnahagsbrota. Og það hefur ekkert með það að gera að brotin hafi verið svo lítil eða eitthvað, sko. Það var bara ekki, sko, það var bara ekki líklegt til sakfellis? Nei, það var bara ekki talið heimilt, sko. Það var ekki talið hvorki skynsamlegt né eðlilegt eða siðlegt, sko, að gera það. Og á þessum tíma þá var refsiraminn 8 ár. Það þurfti að vera 8 ára refsing lögð við broti til þess að mætti hlusta eða ríkir almanna eða einkahagsmunir krefðust þess. Og þessar símhlustanir voru allar heimilaðar á grundvelli ríkra almannahagsmuna sem svona mjög loðið og teygjanlegt, sko, hugtak. Þegar þú tala skerðingu mannréttinda þá viltu náttúrulega hafa konkrét sem orðið í lögum núna skýrara, sko. Að búið að breyta lögum í framhaldi af þessu öllu saman sem var kannski gott og kannski búið að gera betur í því en þú vilt hafa allar skerðingar á réttindum manna í lögum skýrar og afdráttarlausar en ekki háðar einhverju mati eða stemming í samfélaginu, sko.